Komið sæl og verið velkomin í Kaldapottin þessa vikuna. Ég ætla nú að byrja því að þakka Áslaugu og honum Jónasi Sig í Blómaborg, en þau eru búin að hýsa okkur síðustu 3 þætti, mig og Sindra tæknitröllinu mínu sem hérna við hliðina á mér. Takk fyrir okkur, en við þurftum að færa okkur að því að það var svo hljóðbartar. Öll umferðin var með í þáttunum, pluss rigning, pluss. Þannig að við erum komin í bankan, vinnustofur, sem eru hérna á Selfossi, og það er staður sem fólk getur leigt sér skrifstofur, tímabundið eða komið á unnið, hvernig sem það er. En þeir buðu okkur að nota sína aðstöðu og hér með það koma á framfæri. Þið sem eru að hlusta sjáu náttúrulega ekki breytinguna, en glöggir áhorfendur sjá það að við erum á nýju stað. En yfir í allt annað, Lára Petersen, velkomin í bankan. Takk. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Gaman að kynnast þér. Já, sömuleiðis. Og við möttum að kynnast hann betur. Já, miklu betur, allan næsta klukktíman. Já. Skál í búðinu. Já, skál. Já. Tek ekki sopa. Nei, þú drekkur ekki sykur. Nei. Það er svoleiðis. Hvað er það? En þetta er sem sagt jesúlaði, það hamrar svo jesúlaði. Og ástæðan fyrir að ég er með jesúlaði er svo, mér finnst það cool nafn. Nú, er það út af því? Hæ? Er það út af því? Já. Þetta er svo flott marketing, jesúlaði. Hver er þetta í hug? En Agla Góðsker framleiðir þetta og gefur okkur þetta svona til að hafa með. Já. Og svo það náttúrulega ekki að taka það fram að glöggir á hann taka því að ég er í lífæstressi. Takk Lífæsbúðin fyrir að hjálpa mig með þetta. En Lára Petersen, velkomin. Takk fyrir það. Enn og aftur. Takk. Hvað ert að bauka þessa dagana? Hvað er að gerast? Þessa dagana? Hvað er í gangi? Ég er nýkomin heim frá Hollandi. Já. Þar sem ég var að spila fótbolta. Nú. Fyrir lið sem heitir Fortuna Sittard. Sem heitir? Fortuna Sittard. Ok. Já, í litlum bæ fyrir utan Maastricht í Suður-Hollandi. Og já, er núna komin heim og er að bauka alls konar. Já. Meðal annars að þýða bókina mína sem ég gerir á fyrir við komum aðeins inn á. En já, ég er að vinna í... Veran í moldinni, við förum inn á hana eftir. Já. Er hún sérst að koma út á ensku? Hún er að koma út á ensku. Vel gert. Takk. Ég er bara, búin að vera að vinna núna allt árið í þýðingu. Og já, stefna á útgáfu núna í haust. Já, bara, en þú fékkst, las ég einhvers staðar verðlaun Storytel. Já. 23. Já. Fyrir bókina. Já. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Og til hamingju svo sem að las upp. Hún var hún var frábær, Þuríður Blær. Gott fyrir okkur hérna bleslindu gaurana að hlusta á hana. Já. En að byrjuninni, 1994 fæddist stúlka í Mosfellsbæ, það er þú. Það fæddist í Reykjavík. Fæddist í Reykjavík. Fæddist í Reykjavík, en flutti fljótlega upp í Mosfellsbæ. Já, passar. Eftir það, ertu mosari alveg í grunninn? Já, ég myndi segja það. Og stoltur Mosfellingur. Já. Ég er mosari líka. Ég kannast ekki við þetta stoltur samt, en vel gert. Já, takk. Við byggum nú í sömu götu. Við erum búin að reikna það út. En ég sérst, ólst upp í Krókabyggð í Reykjavík. Og bjóð þar þannig að ég komst á fullorðinsaldur. Ok. 19 ára. Hvernig barn varstu? Hvernig barn var ég? Ég held ég að vera frek. Frekja? Já. Ofboðslega metnaðarfull. Ok. Hvernig þá? Í hverju birtist það? Það birtist aðalega í fótbolta og námi. Ok. Og gott og vel að vera metnaðarfull, en svona, ég vil meina að það hafi gengið mun lengra en er nokkurn tímann heilbrigt. Ok. Hvernig þá? Öll samskipti við aðra, einhvern veginn snerist allt að keppa við annað fólk, hvort sem það var stráka og stelpur í skólanum eða stelpur í fótboltanum. Þannig að var það líka í námsárangri, þannig að þetta er á bestu einhvern? Já, alveg. Og mér svona mest leiðilegt í dag þegar við erum að einhvern veginn að hampa þessari persónugerð. Af því ég er ekkert endilega viss að þetta komi oft frá réttum stað, sko. Nei. Þannig að það er ekkert að því að vera með metnað
fyrir sjálfu sér og að vilja gera vel, en ég held ofta að þetta komi frá óheilbrigðari stað en við áttum okkur á og ég var klárlega þar. Bara einhvern veginn. Hvað heldur þessi bak við það að barn fari í þetta keppnis? Ég held að þetta sé örugglega sama mein og ég vil meina að þetta komi í rauninni frá sama meini og svo minn fíknisjúkdómur. Einhvern veginn, þetta tóm sem að ekki fyllt á heilbrigðan hátt og kemur þá út í viðurkenningaþörf eða þörf fyrir að einhvern veginn að stjórna hlutum eða að, já. Mikið óöryggi? Já, í rauninni sko, en ég hef aldrei lýst sjálfur mér á sínum tíma sem óöruggu barni. Ég var bara félagslega sterk og einhvern veginn gekk vel í öllu og fannst ég alveg flottust og bestust sko, en hérna, já. Varstu stjórnsam í umhverfiðinu? Já, mjög. Aha. Mjög. Sem eflaust líka jákvætt, það eru bara leiðtogahæfileikar sem að geta verið þar á bakvið. En svo getur það fyrir úr böndunum? Algjörlega. Og ég held svona að minn helsti brestur sé stjórnsemin sko. Þannig að hérna, já, ég var stjórnsamt barn. En varstu þá ekki að lenda á veggi hægri vinstri með samnemyndum og svona með þessu orku? Ég man nú reyndar ekki eftir því. Nei, eða hvað áttu við? Eins og hvernig? Bara, veist, að vera að stjórna umhverfinu og krakkar tóku því illa, þannig að var svona að vera að mæta þér í þessari orku, kannski? Ég held bara að mér hafi verið hlýtt, sko. Það bara gengdi við? Nú man ég það ekki alveg. Já, ég man það ekki alveg. En það kom þér ekki í klandur, sem sagt? Það var ekki þannig að þú hafa klagað undan þér eða? Ég minnist þess ekki, sko. Nei. En kannski líka bara einmitt stjórnsemin, ég fann helst fyrir henni bara sjálf. Ég einhvern veginn var alltaf að reyna að managea öllum aðstæðum og svona, þannig að það var ekkert endilega, það var ekkert aðrir sem urðu endilega vitni að allri þessari stjórnsemi. Þetta gerðist meira innra með þér heldur en svona intravert heldur en extravert? Já. Ok, og koma íþróttarnar strax þar inn sem barn? Já, byrja í fótbolta 5 ára og já, minnist þess ekki að hafa verið í fótbolta öðruvísi en að vilja vera best og ætla að sigra heiminn í gegnum fótbolta sko. Sem að aftur var þeim eiginleika var hampað en svona eftir á þess mér hann alls ekki heilbrigður. Var ekki gott fyrir barnið? Nei, alls ekki sko. Nei. Þannig að já. En í íþrótt, þetta er hópíþrótt, fótbolti væntanlega. Já. Ég sé á brotsi núna. Og hérna, en hvernig virkar þessi orka, þessi svona frontorka í hópíþrótt? Sko, hún virkar vel af því að þetta er einhvern veginn, þetta er eina sem við lærum, finnst mér sko. Þetta er eina sem við lærum, að einhvern veginn bara, jú, við erum í hópíþrótt en bara at the end of the day þá snýst þetta að þú komist sem lengst. Já. Þannig að þetta virkar en ég get ekki sagt ég sé sammála þessari nálgun í dag. Mér finnst einhvern veginn, já, ég væri til í... En þú varst klappuð upp með þetta, veist, það var ýtt undir þetta. Eins og bara við flest sem að spilum þessa íþrótt sko. En já, aftur, ég held að þetta sé ekki svona heilbrigðasta nálgunin að En svona meðan við kannski sem að sér í dag, eigandi börn sjálfur, að á hinum endanum er það að það fá öll börnin velun. Það er alveg bara, það er allir velunar, það má enginn vera outstanding, það er allir, ég upplifi svolítið að vera að fletja þessa línu svolítið út. Það er alveg hinn endin á bandinu. Já. Það sem þú ert að lýsa versus það sem er að gerast í íþróttum í dag. Já. Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig að vera að nálgast ungmennastarf í dag sko, þannig ég veit ekki hversu mikið á að tjá mig um það. En svona það sem ég þekki og það sem ég sé er að þetta snýst ennþá svolítið mikið að það er einhvern veginn allir bara að reyna að ýta sjálfu sér og ýta börnunum sínum ofar næsta manni sko. Voru foreldrarnir alveg bara á kantinum? Nei, það er nefnilega skrýtna sko. Þau voru aldrei
mér fannst þau aldrei setja neina pressu á mig að gera vel í fótbolta eða skóla og þau, svona, ég var frekar, já, bara sjálf að setja þessa pressu á mig, sko, þannig að þetta kom ekki frá heimilinu. Nei. Þannig að ég hef oft velt fyrir mér af hverju þetta var svona ýkt, af því þetta kom ekki frá foreldrum, sko. En þú ávarpar að náðan að þú tengdir þetta við, sko, þetta er sama hegðun og kannski í fíklum, Já. fíkni hegðun, sko. Já. Þannig að þú fljótlega fara að þróa þetta element í þér. Já, og mér finnst nú oft bara erfitt að, sko, þegar við erum að ræða þennan sjúkdóm, fíknisjúkdóminn, þá svona er oft, og þegar að vera að ræða mína matafíkn, þá er oft beðið einhvern svona byrjunarpunkt, hvar byrjar þetta? Ég er ekki viss að það bara sé relevant spurning, af því þetta er líka bara það flókin sjúkdómur að við getum byrjað að þróa með okkur einhverja óheilbrigða hegðun á barnsaldri sem að brýst svo út í einhverju annarri fíkn eða einhverju svoleiðis, sko, þannig að, já, en ég myndi kalla þetta fíkni hegðun á barnsaldri, já, og fyndi bara eins og með matinn, þá Kom það í ljós snemma að það var matur drug of choice í þessu? Já, það gerði það, en sýndi sig bara í svona litlum atriðum eins og ég var alltaf matsár með allan mat heima, ég var alltaf í keppni við alla á heimilinu að ná að borða sem mest og einhvern veginn svona man eftir bara því að vera yfir mig spennt að komast heim til að fá mér bónussamlöku og svona, en hélt kannski að þetta væri bara eðlilegt og ég var náttúrulega að hreyfa mig mikið, ég var í fótbolta áfimleikum og svona, já, fannst þetta ekkert óeðlilegt framan af fyrir en að þetta fer að ágerast. Já, hvernig ágerast? Þannig að þú fyrir að fitna eða einhver að benda þér á þetta eða? Já, sko ég hef aldrei farið í einhverja mikla yfirþyngd þrátt fyrir að vera að mínum að þetta langt leit matafíkil. En nei, bara svona með unglingsárunum fer ég að taka svona harkalegri ótlátur Já, átlótur og matur fer einhvern veginn að verða alltaf mikilvægari og mikilvægari í mínu lífi og svona þangað til ég leita mér hjálpar þá er þessi sjúkdómur bara ágerast eins og aðrir fíknisjúkdómar gera og ég get alveg sagt svona undir lokin að matur hafi bara verið orðið það allra mikilvægast í mínu lífi. Það var bara orðið minn guð, sko. Snerist allt það? Já, snerist allt það og einhvern veginn, já. En hvenær fór að, svona á þessu tímil, hvenær fórst að horfa í speil og sjá að ég á vandamál að stríða? Hvernig opnar augum fyrir því? Sko það er kannski svolítið erfitt að summera upp, þess vegna lagðist ég nú líka við þessi skrif af því að það er svo erfitt að taka það saman. Það voru alltaf bara vísbendingar hér og þar og ég tek dæmi í bókinni með hlustaði mikið á einn tónlistarmann sem er að syngja eða rappa sinn alkohólisma og einhvern veginn ég heyrði mín orð í hans orðum. Ég einhvern veginn bara fann að þetta var ekki bara eitthvað krúttlegt stjórnleysi hér og þar eða einhvern veginn ekki bara finnst gaman að borða og gott að borða, okkur finnst öllum gott að borða en tengdi þetta bara mjög sterkt við aðrar fíknir en var þá alveg sannfærð að matafíkn væri ekki til og þetta væri bara einhver aumingjaskapur. Þá kemur skömmin. Þá kemur skömmin og þessi rosalega dómharka sem að ég var með á þessum tíma en bara smátt og smátt. Snerist þið dómharkan að þér eða bara gagnvart öllu? Bæði? Já. Ég man alveg bara þegar ég var yngri þá fannst mér alkohólistar alveg bara versta sort. Já, sem er alveg bara stórfurðulegt í dag, sko. En dómharkan snerist að öðrum fyrst og fremst. En jú, auðvitað dæmdi ég sjálfa mig og skammaðist mér mjög mikið fyrir að einhvern veginn að vilja vera þessi íþróttakona sem að vissi betur en að vera að laumast í súkkulaði hjá liðsfélögum eða hvað sem að það var, sko. Þannig að jú, þetta var gagnvart mér og öðrum, sko.
klárlega fíkn í hegðun. Ég vil meina, ég er nú unnið í þessum bransa, ekki með mat sem sagt, en áfengi og dóp og svona. Ég vil kalla þetta bara einu orði, það er bara að vera fíkill og svo er bara skilgreiningatriði hvað er drug of choice, er það matur, er það amfetamín, er það áfengi, íþróttir geta líka orðið fíkn. Fannst þér íþróttirnar spila inn í sem ýta undir fíknina? Já, þær geta gert það sko, en já, ég er algjörlega sammálaður þarna. Getur verið svona drug of choice nr. 2 eftir matnum? Já, og kannski þessi viðurkenningaþörf líka getur verið bara einhvern veginn að vera alltaf að leitast eftir fixinu þar sko. En ég er algjörlega sama, þetta er alltaf sama sárið, sama hvort þetta sé efni eða hegðun sem er einhvern veginn að reyna að fylla þetta sár. Þannig að já, mér finnst þetta mjög sko andlegur sjúkdómur og þegar ég meina andlegur þá er ég meina spiritual. Já, íslensku. Hann er tilfinningalegur. Já, tilfinningalegur, huglægur. Ég er alveg sammálaður og tek undir þetta með þér. Já. Ég er gamall fíkill sko, búinn að vera edrú í 30 eitthvað ár. En ég var alltaf að fylla tómið hérna í brjóstinu á mér með að finna ekki fyrir tóminu. Þá notaði ég vímuefni til að deyfa það, eins og þú notaði mat til að deyfa þennan sársauka og þessa sjálfsmynd sem var brotin. Já, það er nefnilega sko. En þingan í þessu, varst það æla eða? Ég þróaði það svona á seinni árum. Já. Aðalega bara til að geta haldið djamminu áfram sko, þegar þú ert komin alveg með upp í kok. En ég hef aldrei verið með svona einhverja sterka búlimíu hegðun. Nei. Þegar kemur að ég að taka svona lotur og svo kasta öllu upp. Já, ég gerði það ekki. En það er kannski stóri misskilningurinn með þennan sjúkdóm að honum er oftar líkt við sko búlimíu eða einhvers konar lotuátt frekar en alkohólisma eða vímuefnafíkn. En það er það sem er verið að berjast fyrir núna í Bandaríkjunum, að fá þetta inn í DSM-5, hvort þú þekkir það. Nei, ætla ég ekki að fara að tala svo okkur fræðimaður, en Komdu með það. Bókin sem að tekur sérst saman alla geðsjúkdóma og það eru sérst amerísku APA, American Psychiatric Association, heldur utan þessa bók og það búið að koma út nokkrar útgáfur og nýjasta er DSM-5 og þar inni eru margir fíknisjúkdómar, alltaf verið að bæta við fleirum, en það er ekki búið að takast að ná inn matarfíkn og ég ætla nú ekki að fara út í einhverja pólitísku umræðu hér, en það er svona, þau sem eru að berjast fyrir þessu vilja meina að það sé mjög erfitt að ná matarfíknan inn af því að það er bara pólitík á bak við það að viðurkenna sykur sem ávanabindandi efni og þess er oft talað um matarfíkn sem sko hegðanafíkn, en þetta er efnin sjálf sem að kveikja í þessari ílöngun eins og áfengi eða önnur vímuefni sko. Þannig að já, það er svona stærsta baráttan í dag að fá þessa fíkn viðurkennda sem substance use disorder, en ekki sem það er. Sem það er, já, og búa bara sanna það með vísindalegum hætti. Ég segi þetta er svo gardkanna sko. Problemið er í könnunni, svo hellir úr gardkönnuna koma margar baunur og það heitir matur, áfengi, vinna, íþróttir, spilafíkn. En í grunninn er þetta alltaf sama, einstaklingur að díla við vanlíðan. Ertu sammála með þar? Ég er sammála þar og það er nú líka ástæðan fyrir að kannski lausnin er svo sama. Sama einhvern veginn hvaða, eða lausnin sem virkar fyrir flesta, eins og bara 12-sporakerfið og einhvern veginn að öðlast sátt í sjálfa sig og dýr og menn og Guð. Nákvæmlega. Þannig að það kannski sannar það að þetta sé alltaf sama því að lausnin er svo sama. En ég passa mig alveg að ég vil stiga varlega til jarðar með að tala um sko, 12-sporin algjörlega björguðu mínu lífi og ég held að það Er það ekki Overeaters Anonymous? Nei. Er það ekki 12-spora? Jú, það er 12-spora. En þetta er kannski svolítið gamalt orð, Overeaters Anonymous. Nei, þau eru ennþá til og ég pröfaði mig áfram í þeim en fann ekki lausn þar. Það eru önnur samtök, en ég vil ekkert endilega vera að nafngreina þau, því ég ætla ekki að vera einhver talsmaður þess. En þau eru 12-spora samtök? Það eru 12-spora samtök. Þau byggir á sama grunni? Byggir á sama grunni
og eins og segi, ég fann mína lausn í gegnum það og hefði ekki held ég geta fundið hann öðruvísi. En svona já, eins og segi, ég passa mig samt að því að valda til jarðar af því að hef verið að vinna hjá Reykjavíkurborg núna senasta ár, ekki frá því ég flytti til Hollands, en þar á undan var að vinna hjá Reykjavíkurborg í málefnum heimilislausra. Vel gert. Og þar einhvern veginn fékk ég svolítið innsýn inn í það að þetta ekkert endilega lausnin virkar fyrir alla. Nei. Þannig að ég var svolítið ýktari í það átt svona ýktari í þessari AA-leið sem að mér finnst ofboðslega falleg ef hún notuð á réttan hátt og já, bara nýtt á þann hátt sem hún var gerð til að vera nýtt. En já, ég vil samt ekki vera einhver prítser á 12 samtök eins og það sé lausnin fyrir alla. Nei, það er það ekki. Nei, og mér finnst bara fallegt að við viðurkennum það. Og frábært að sé til og fólk að aðganga að þessu, þetta kostar ekkert. Já. Þannig að hafa allir aðgang að þessum 12 samtökum, hver sem þau eru. Já, algjörlega. En hvar ferðu að opna augun fyrir því sko á lífsliðinu að þú eigi við vandamál að stríða í þessu? Er eitthvað atvik sem gerðist eða? Nei, það er það í rauninni ekki. Eins og ég segi, þetta var bara farið að ágerast það mikið og vanlíðanin var orðin það mikil, en svona það var búið að útiloka alla þessar típísku ástæður, þunglyndi, kvíði, bla. Alltaf verið að leita sourcinu. Já, já, ég meina sem er eðlilegt að leita sourcinu en einhvern veginn matarfíkn er ekki það viðurkennd og er náttúrulega ekki viðurkennd innan heilbrigðiskerfisins af þessar ástæðum sem ég er að útskýra, að það er ekki búið að viðurkenna hana í DSM-5. Þannig að já, ég einhvern veginn var mjög lengi leitandi þá hjá sálfræðingum eða öðrum heilbrigðis... Án þess að ræða mat? Jú, matur kom upp en það einhvern veginn var bara ekki tengt tvo og tvo saman, sko. En blessunlega erum við með meðferðarmiðstöð hérna á Íslandi við matarfíkn og já, það var ekki fyrr en ég gekk þar inn algjörlega búinn á líkama og sál. Já, árið 17 ætla ég að segja, sem að einhver alvöru bolti fór að rúlla og ég fór svona að alvöru að viðurkenna að þetta væri vandi og hann væri alvarlegur og væri búinn að hafa þessi miklu áhrif á líf mitt og já, þá... En hvað var til þess að þú stegst þarna inn? Var það bara, varstu að leita eða opnuðust augun þar inni eða varstu búinn að opna augun fyrir þessu? Ég var búinn að mæta á einhverja fundi fyrir fólk sem glímir við matarfíkn. Þannig ég var eitthvað farin að svona fikta við þá hugmynd að ég gæti verið með matarfíkn. En ég held, já, ég fann þetta nú ekki sjálf. Það var, já, fjölskyldumeðlimur sem að svona bara ekki ýtti mér þangað inn, en svona. En menntaðirðu þig eitthvað á sviði? Ég er enda búin að taka matarfíkni ráðgjafa skólan. Vel gert. Já, hjá sömu konu og ég fór í meðferð hjá. Og þetta er nú ekki, já, það er ekki mörg sem eru menntuð á þessu sviði. En svo er ég líka í meistaranámi í London í bara eitthvað sem heitir Addiction Studies. Já, spennandi. Já, mjög spennandi. Já, það er ég svo sem líka aðeins að ýta við umræðinu matarfíkn af því að hún er ekki mikil og einhvern veginn... Þetta er svo mikið tabú að því leið þú segir matarfíkn, þá horfa allir niður á bumbuna á sér. Skilur við, ég er ekkert feitur, konan mín segir ég sé ekkert feitur, það rétta meir úr mér. Skilur við, en þetta er svo mikið tabú, holdafar fólks. Já. Ekki til að dæma það, heldur tala um það. Já, algjörlega. Og ég hef alveg fundið það eftir ég gaf út bókina hvað þetta er rosalega viðkvæmt topic, sko. Og einhvern veginn oft ekki, mín upplifun er að þetta er kannski ekki alveg litið eins alvarlegum augum og aðrar fíknir af því maður fer ekki sömu vímuna eða maður er kannski ekki að gera eins bölvanlega hluti eins og halda fram hjá eða keyra fullur eða hvað sem er, en einhvern veginn, það er samt sami sársauki og sama einhvern veginn svona bara rof í hausnum, sko, þannig að þarf að taka alveg jafn alvarlega og eins og ég segi, það er nú ástæðan fyrir ég
settist mér og skrifaði þessa bók, ekki til að fá vorkunn eða einhvern veginn að, já. En það alltaf að fá samkennd. Alltaf að fá samkennd, já, sammála því. En sko, hegðun matafíkils svipuð hjá öllum fíklum. Já. Ég man eftir konu sem faldi mat. Já. Hún var með falda kexpakka bak við hangklæðinu og baði. Þetta alveg svo alkinn sem felur flöskuna út í bílskúr. Já. Þetta alltaf það sama í grunninn. Já, þetta það. Hvort sem að sé að stela eða fela eða ljúga eða taka efnið fram yfir ástvinni eða einhvern veginn, já. Og eins og sé, getur endað alveg á þeim stað að þetta verður bara algjörur guð. Og sjálfsmyndin í klessu. Já, aldeilis. Maður tekur ekki í móðuna speglinu þegar maður kemur úr sturtu, það er bara rétt fyrir augun. Nei, einmitt. Og kannski svona ekstra erfitt að díla við þessum skam þar sem ég bara líkaminn minn mitt vinnutól. Þannig að það hefur alveg tekið á, sko. Hefur verið seimuð fyrir það? Að vera ekki... Sem sagt, að vera íþróttakona og afrekskona. Já. Og út frá holdafarið að matamálum, hefur fengið pillur sko... Já, ég hef fengið það. Þú ætti kannski að sleppa þessari pulsu eða eitthvað? Já, og ég skrifa nú aðeins það í bókinni. Kannski náði svona hápunkti þegar ég var á Ítalíu. Mögulega bara því að þar öðru sem menning og já, ég hef alveg verið seimuð af fólki fyrir að vera, en náttúrulega fyrst og fremst seimuð af sjálfur mér fyrir að vera ekki í eins góðu standi og ég vil vera eða á að vera eða eitthvað svoleið, sko. En nei, ég hef ekki verið seimuð, liðsfélagar og aðrir bara bera mikla virðingu fyrir sem ég er að gera í dag, sem bara að reyna að lifa í lausninni, sko. Þannig að ekki seimuð þannig að það sé eitthvað asnalegt að ég get ekki drukkið jesúlaði eða eitthvað annað, sko. Það er bara valið svo allt annað, skilur. Veist, ég get dottið í það í kvöld en mér langar það, en ég vil að gera það ekki. Og það er frelsið í því að velja það. Já. Veist, þetta er svolítið fyndið þegar, sko, ég var lengi að rembast að reyna að vera edrú, sko, hérna í gamla daga. Og svo var ég eitthvað að mislukkað dysfunctional jólaboð heima hjá mér og það voru vínglös allar hringinn. Nema svo var eitt óbrjótandi glas, þá vissi ég hvar ég átti að sitja, sko. Nei, skilur við? Já. Þannig skilaboðin voru alveg skýr, sko. Einmitt. Þannig að umhverfið sendi manni pillur hægri vinstri án þess að konfronta mann. Já. Og oft er þetta gert nasty og meiðandi og sjaldnast fallega, sko, út frá virðingu og kærleik. Já. En það er kannski, við þurfum líka bara að hjálpa fólki að komast þangað. Svo, sko, ég hef alveg bara þurft að vinna mig svolítið upp í það að einmitt vera ekki að taka þessum pillum og frekar bara útskýra og já. En svo opinberar þetta alveg bara í stóri bók, bara 1 kíló eða svo. Þú bara opnar þetta fyrir heiminum. Já. Hvernig var að stíga út með þetta? Sko, svona tilfinningarlega út hugrakk. Já, það var í rauninni léttara en ég hélt. Ok. Já. Ætli bara, sko, í grunninn var þetta bara, ég held að reiði hafi verið orkan sem að kom þessum skrifum á stað. Ég var bara orðin of reið yfir því að fólk skildi mig ekki og það er náttúrulega... Varstu að reyna að útskýra þig með þetta? Já, mér fannst ég einhvern veginn alltaf vera í einhverju svona vörn með þetta og nei, ég er ekki í megrun og ég eitthvað, þú veist, já, mér fannst ég of afsakandi oft en allavega, já, mér fannst sárt hvað fáir skildu hversu alvarlegur þessi sjúkdómur væri og hversu alvarlegt það væri ef ég tæki sopa hérna, þú veist, ég ætla ekki að vera kurteis og taka sopa eða, þú veist, ég bara, ég þarf að... bara með meðvirkni og það er ekki gott. Já, algjörlega, þurfti að vinna aldeilis í því. En já, það var létt upp á það að gera mig bara, ég var það ánægð að geta einhvern veginn opinberað þetta á eins fallegan hátt og ég mögulega gat á þeim tíma sem ég skrifaði þetta og vona bara einhvern veginn að það hafi ýtt við fólki að skilja. Hvernig byrjar bókin? Hvar byrjar hún raunverulega? Einhvers staðar sem hugmynd? Já. En varstu búin að vera að skrifa eða?
Nei, og að finna þér, sko, vinur minn ætlaði að skrifa hana fyrir mig. Ég bara var ekki, ég hef einhvern veginn aldrei lagt fyrir mig skrif og ég var ekki ein af þeim sem að bara var alltaf með bók undir kottanum eða eitthvað svoleið, sko. Þá mér þykir ofboðslega vænt bækur og skrif í dag. Nei, ég hafði enga trú á sjálfur mér sem einhverjum rithöfundi, sko. En ég held að hún hafi bara verið komin það mikið upp í kok og bara tilbúin að ælast út á pappír að já, það voru bara alls konar ástæður fyrir því að hann þurfti að draga sig út úr þessu verkefni og ég byrjaði þá bara... Sagður honum það að þú ætlar að gera þetta sjálf? Nei, það eiginlega bara gerðist þannig. Það bara, Guð tók í taumana, sko. En hann hjálpaði mér að hrinda þessa stað og en já, ég byrjaði svo bara eitthvað að punta niður sjálf og sendi það á forlag og já, það var bara ekki aftur snúið, sko. Þannig þú fékkst útgefanda strax? Já. Vel gert. Takk. Hamingju með það. Já, takk. Og dásamlega útgefundur. Já. Ég er ekki í lesibókinni, ég hef ekki lesið eina einustu bók á ævinni. Nei, sagði mér það, já. Að ég er svo bleslindur og ég á mér sé erfitt með storytell. Já. Ef ég er að hlusta á sögu og Sindri veifar eða þú horfir upp í loftið, þá er ég farinn. Já, svoleiðis. Þannig ég þarf að sjá bíómyndina, ég þarf að heyra og sjá. Ok, vinnum í því, það kemur eftir nokkur ár. Já, þannig að það þurfa myndir að flagsa með til að ég halda athygli. Skilji. Þú fær fantagóða dóma fyrir þessa bók. Ég var að lesa það. Já, ok. Fólk Já, bara, ég sé eitthvað á því. ég sá það nokkur stöðum að fólk er að hæla bókinni. Já, ég er mjög stolt af henni. Og einhvern veginn, mér fannst ég bara skrifa hana frá það fallegum stað að það var líka það létt að gefa hann út. Ég fann hvað ég var ekki að rembast við að skrifa eitthvað sem var ekki satt fyrir mig eða minn sannleikur. Ég fann að ég var einhvern veginn, já, mér fannst ég nálgast þetta auðvitað samt kemur svo egoið inn og ég, vildi selja fleiri eintök og fá, sko, meira hrós og allt svoleiðis, sko, en í grunninn kom þetta virkilega frá fallegum stað, þannig að ég mér finnst ég geta verið stolt af henni bara fyrir það sem hún er. Já. Bara gratulera og vel gert. Já. Þetta gastu. Thank you. Já. Spurt er. Já. Þú ert að læra þetta, þú ert að segja mér þetta aftur, í Englandi. Já, fíknifræði. Fíknifræði. Master of Addiction Studies. Hvað áttu mikið eftir að því? Ég er nú bara rétt byrjuð. Ok. Og tók mér pásu núna í vor þegar ég var í Hollandi. En bresku master er 1 ár, en ég er að taka þetta aðeins hægar, þannig að, okay. Já. En að því þú minntist á Holland, já. Þannig að kemur aftur ADHD-ið, þá förum við aftur til Hollands. Já. Hvað kom til að þú fórst í fangað? Hvernig varstu bara handpikkuð á einhverju velli, til að spila með okkur? Nei, það virkar nú ekki alveg svo leið, sko. Maður er með umboðsmenn og eitthvað. Og, nú er það? Já. Og það er ekkert endalaust í boði, þannig að þetta var svona bara mest spennandi kosturinn, sko. En mér finnst Holland alveg dásamlegt land. Það er yndislegt land. Já, það er einhver góð orka þarna sem að ég væri til að sækja í aftur. En ég var bara þarna í halvt ár, sko. Sem atvinnumanneskja? Já. En hvað, lauk samningnum eða? Já, honum lauk. Þannig þú ert frílans núna? Já. Semst að býða til símtalinu? Já. En hvað spila afreksfólk lengi? Ég meina, er ekki eitthvað þak? Það fer nú bara eftir hausum og líkamum, sko. Nú er það svolítið? Já, ég veit ekki hvort ég að skjóta á einhverja tölu, 35 eða eitthvað. Nú það er ekki eldri en það? Nei, en það er nú ég er að æfa með val núna. Það er fertug og frísk, sko, þannig að það er ekkert algilt í þessu. Nei. Ég var að lesa einhverstað dataóvart en að lesa einhver bresku gaur sem var búinn að spila rúmlega 30, leggja skónum því að hann var að verða gamall. Já, þetta er náttúrulega líka heltekur svolítið allt okkar líf, þannig að það er kannski líka alveg eðlilegt ef fólk vill bara fara að gefa öðrum hlutum rými, sko. Það þarf ekki að vera líkaminn endilega, sko. Nei, hann sagði það sem sagt í þessu viðtali, veist, ég sá þetta einhverju miðli og veist, ég veist að hann er 30 eitthvað ára og veist, orðinn og gamall. Já, það er eins og að safna pening þá, maður er maður í fótbolta fram að 30 eitthvað. Já, menninni geta safna pening. En ég langar að taka uppeigju. Já. Alveg inn í bara þjóðarsálinn okkar. Já. Nú er staðan þannig að
við erum orðin sem þjóð jafn feit á Ameríka og þetta svo mikið tabú, það má ekki tala þetta, veist, að en þetta dauðans alvara því að lífstílssjúkdómar eru farnir að drepa flesta í dag. Einu sinni voru það reykingar sem voru skafaldurinn á öllum dauðsföllum, í dag það mataræðið og holdafar fólks. Þannig ég segi nú bara, ef þú kemur út með þetta skírtinni, það alveg risa markaður úti að fólki að hjálpa. Já, svo þetta alltaf svo flókið, sko, hverjir að glíma við matafíkn, hverjir eiga bara óheilbrigt samband við mat, hverjir bara lifa óheilbrigðum lífstíl og geta snúið honum við með einhvers konar einfaldri aðstoð. Þannig að það kannski líka, kannski aðalega það að bara vekja athygli á því að það eru sko alls konar lausnir fyrir fólki ofþyngd og margt fólk sem í ofþyngd glímir við matafíkn en alls ekkert allt og margt fólk í kjörþyngd glímir við, þú veist, þetta einhvern veginn holdafærið kannski kemur ekki alveg Nei, bara við tölum við þann afleggjara, sko, þetta ég heyrði einhverju hjúkrunarfólk tala það að þetta orðið rosa baggi á heilbrigðiskerfinu, hnjáliðir og alls konar út á ofþyngd, en það má samt ekki tala það að við komum til sé ofþyngd. Þá má dónalegur, sko. Og mér finnst feimni líka í kringum það að tala er þetta mögulega fíknisjúkdómur, þannig að En það ekki þannig að þú ert að borða þig til ólífs, hvort sem þú ert að drekka þig til ólífs eða dópa þig eða borða þig í ólíf, þá hlýtur það að falla undir fíkn í korið í því. Já, í flestum tilvikum. Þó að upprunnin geti verið traumatengdur einhvers staðar í lífsleiðinni. Ég held að fíkn birtist alltaf, ekkert alltaf, oft sko trauma fyrsta skref í fíkn. Algjörlega. Það mín lífsreynsla, sko, og ég unni með mörgum fíklum. Einhvers staðar traumað og svo byrjar að leita velíðan, vanlíðan fyrir að leita velíðan og þú fyrir að leita fyrir utan þig að því maður svo þjálfari að leita fyrir utan sig. Maður prófar að drekka, prófar að reykja hass eða hvað það sem maður gerir. Svo allt í einu opnast himnarnir. Eins og ég drakk áfengi fyrsta sinn, 13 ára. Himnarnir opnuðust, Jesú mætti og bara þarna það komið. Sjálfsvirðingi mín, veist, seinþroska krakki og allir þessi bakki, allt í einu var ég stór og sterkur. Og ég reyndi alla daga að vera eins fullur og ég gat bara mörg ára eftir. En það var ekki það sem var vandamálið. Vandamálið var að ég var í gruninni misnóta barn, skilur. Veist, skilur, það alltaf upphaf af sársaukanum. Átt þú ekki svoleiðis upphaf að þínu? Nei, góð spurning og ég virkilega leitaði að þessu stóra tráma lengi af því að mér fannst ég bara það beygluð að ég ætlaði ekki að trúa því að ég ætti ekki þetta stóra tráma sem að svona hafi einhvern veginn skemmt tómið mitt og ég held einmitt í sko fleiri tilvikum en ekki þá það einhvers konar stórt áfall sem að það ekki 100% regla. Það ekki 100% regla og ég fell þá undir ég veit ekki betur, sko. Ég var alveg farin að halda að ég ætti tráma sem að ég bara væri búin að bæla eða gleyma eða eitthvað, sko. En svo náttúrulega erum við öll traumatiseruð á einn eða annan hátt, sko. En nei, ég hef ekkert svona stórt, nei. En svo sko, ef þú ert vinnufíkill, þá þið klappa baki fyrir hvað duglegur. En konaðin skilur við þig að þú ert aldrei heima en þú var duglegur. Það er svo misvísandi skilaboð. Því að sum fíkn virðist vera í lagi og tökum bara íþróttir. Ég veit hjónaband sem fór í vaskinn út á fótbolta. Af því hann gat ekki sleppt helgunum í boltanum og þetta fór allt honum í skurð og þau skildu. Og þetta er sönn saga. Þú veist, en hann spilaði ekki eins og fótbolta. Nei, einmitt. Þetta er alltaf að mínum að þetta er sami flóttinn og sama eins og sama sárið eða tómið eða hvað sem sko. Fylla þetta tóm. Já. En hvernig á að tækla þessu umræðu? Hvernig myndið þú sjá fyrir þér að umræðan færi út í samfélagið þannig að við fylltumst ekki bara skömm og færum í vörn og... Sko, ég held nú að byrja með svona nógu mikil skömm bara í kringum aðra fíknisjúkdóma nú þegar. Þannig að það einhvern veginn var komið tvöfalda skömm
og já, einhvern veginn að þessi fíknisjúkdómar og svo matarfíkn sem einhvern veginn enn viðkvæmara. En án þess ég ætla aftur að verða eitthvað of pólitísk, en þá alveg margt... Ertu pólitísk? Já, ég hef alveg sterkar skoðanir á hlutum. Já, komdu með það. Nei, en ég ætla bara að segja að það margt fólk innan heilbrigðiskerfisins sem að virkilega vill berjast fyrir því með kjafti og klóm að matarfíkn sé bara uppspunni frá A til Ö, sem að mér finnst mjög sorglegt og ástæðan fyrir aftur, ég alltaf að vitna í þessa bók, en ástæðan fyrir ég vildi líka einhvern veginn bara algjörlega opna hjartað mitt og sýna mjög á einlægan hátt. Þetta okkar raunveruleiki, okkar sem að dílum við þennan sjúkdóm eða aðra fíknisjúkdóma. Þetta okkar raunveruleiki. Hvernig getur þú einhvern veginn setið við eitthvað fræðiborð og sagt að þetta sé ekki til og að lausnin sé aðgerðir eða eitthvað slíkt, sko. Svona hjávitu eitthvað. Hvernig myndir þú vilja mæta, hvernig myndir þú, segjum að þú sért í þinn sporum, boltinn í á þér. Nú ætlum við að fræða... Fótbolta-referens, þú sagðist ekki alltaf. Já, ég fattaði ekki samvikið. En veist, þú ert bara heilbrigðisráðherra, bara hér og nú, til hamingju með starfið. Og þú ætlar að koma þessum upplýsingum út og fara að byrja að tala þessi mál að einhverju alvöru. Matarfíkn. Eða matarsjúkdóm eða hvað við viljum kalla það. Hvernig eigum við að gera þetta? Þetta ansi stór spurning og ég vildi geti svarað þér hérna á staðnum. En einhvern veginn ég ekki komin lengra en það að bara vilja opna umræðina. Þú byrjaði á því? Já, þannig að ég komin... Bókið þín? Já, ég byrjaði á einhverjum skrefum, sko. En já, auðvitað, það þarf að vera líka bara raunveruleg meðferð við þessum sjúkdómi þá innan heilbrigðiskerfisins. Það ekki í boði? Nei, það eins og segja, það ein einkarekin meðferðarmiðstöð sem þó augljóslega ekki niðurgreidd og kostar þá sitt og bara haldin uppi, af mjög fáum aðilum. Þannig að þetta einasta bara business? Já. Þannig? Já. Mjög sorglegt. Þannig að fyrirgefi, bara til að fara aftur inn í það, ef ég væri heilbrigðisráðherra, þá myndi ég vilja fá þessa meðferðin inn í heilbrigðiskerfið okkar, sem það ekki í dag. Og aftur, þetta ekki 12 spor og það sem við erum að gera í þeim samtökum ekkert fyrir alla og ekkert endilega lausnin, en hún verður að vera samt stærri og meira ábyrgandi í boði fyrir þau sem að þurfa þá lausn, alveg eins og bara meðferð við öðrum fíknisjúkdómum. En það þarf að svo ég sletta eins, það þarf awareness í umræðuna, í díalógi þarna úti, það þarf að normalisera þessi umræðu. Já. Að þetta vandamál. Já. Veist, þetta ekki, ég sem kolvirkur fíkill, veist, ég get alveg sagt fuck off við alla, skilurðu, þetta mitt vesen, en það orðið vesen samfélagsins því ég tek inn í þriðja sinn fullur á bílnum, skilurðu. Þannig þetta aldrei einstaklingurinn einn. Nei, algjörlega ekki. En náttúrulega matarfíkn bæði faldari og þú ert kannski minna að gera öðrum líkamlegan skaða, þú ert að gera mörgum í kringu þig tilfinningarlegan skaða, en heima hjá þér þá ertu kannski ekki eins áberandi að keyra fullur eða beita ofbeldi eða eitthvað slíkt, sko, en eins og þú nefndir, svo kemur þetta niður á heilbrigðiskerfinu. Kemur niður á heilsu einstaklingsins og nánustu og allavegana. Já. Þannig að maður aldrei eyland sem fíkill neins staðar. Nei, einmitt. En það svolítið, þegar maður virkur í sinni neyslu, þá gleymir maður því svolítið, finnst mér, sko. Það einhvern veginn bara... Fíklar egocentrískasta fólk sem ég hef kynnst á ævinni. Veist, og þeir eiga rétt á öllu. Já. Nú ég tala vímuefna fíkla. Já, líka bara, ég get alveg sett mig undir þann hatt. Áttaði mig bara engan veginn á afleiðingunum sem ég var að valda út allan bæ. En hvað með að bara hætta að setja mat og hass og vinnu, skilju, í þessi hólf og meðferð bara fyrir fíkla? Að því birtingamyndin
ég er að detta einn á hausinn kaftópaður að sjá allir ég er í vandræðum. En það er birtingamyndin, en vandinn er alltaf hér. En það er náttúrulega það sem maður verið að gera inn á Vogi til dæmis. Það er bæði spilafíkn, sko áfengi, pillur, þetta er sett allt undir sama hatt, en með matarfíkn þá þarftu náttúrulega Ferðin á Vog út af matarfíkn? Nei, það er ekkert. Nei. En það þarf náttúrulega líka aðeins öðruvísi nálgun af því að matur er eitthvað sem við þurfum alltaf að borða. Neyta, þannig að það þarf að einhverju leyti smá aðra nálgun af því að það þarf líka að búa til þennan ramma sem að kallast fráhald, sem þetta halda sig frá, bara eins og í öðrum fíknum held ég, eins og kynlífsfíkn og öðru, þá er talað sko fráhald frá skaðlegri hegðun, en já. Þetta er svolítið paradox í þessu nefnilega því þú þarft alltaf að borða sko, annars deyrðu bara. Þannig hvenær er nóg og þannig að það verður alltaf að horfa á manneskjuna og inn í brjóstið á manneskjunni, betur hvað er að gerast innra með þér. Það hlýtur alltaf að vera fyrsta skrifið í allri hjálp. Óháð því hvernig hún birtist fíknin. En ég ætla að debata eitt við þig. Já. Ég hef verið búin að starfa lengi í áratugi við fíknir og er gamall fíkill sjálfur. Og þú nefndir áðan að ég var alltaf að skilmast við fræðinga. Já, ég sem sagt er kvikmyndagerðarmaður, menntaði mig í því og gamall offset-ljósmyndari og eitthvað svona, að ég er barnið sem var komið til geðlæknis 10 ára. Ég rakst ekki í skóla, ég var í slagsmálum á götunum, ég var komin út á togara 14 ára. Þetta var allt disaster. Og ég drakk mig í tóma vitleysu, svo fyrir að nota vímuefni, ég var inn og út meðferðum, verð edrú í einhver ár og fyrir að hjálpa öðrum. Og þá fer ég að lenda inn á svona fundum með fræðingum sem voru alltaf að segja mér hvernig ég ætti að gera þetta. Sem hefði aldrei prófað þetta, aldrei verið þarna, aldrei fundið þetta. Og ég var alltaf að auglýsa til fræðingunum að koma að vinna með mér. En það vildi enginn koma nálægt mér, þannig ég var svolítið mikið einn með þetta í fanginu. Og ég bara það kveiknar þessi hugmynd þegar ég horfa á þig hérna að með þetta matafíkn og ég hef verið andsvarinn því að kalla þetta sjúkdóm. Mér finnst RÚV-fréttir orða þetta mjög vel, fíkn í veikindi, en ekki sjúkdóm. Nú er viðtalið að snúast við, ég verð að fá að segja þetta. Nei, já. Að því þegar maður er að díla við sársauka innra með sér, er það gott fyrir sjálfsmyndina mína að ég leibili mig sem sjúkling? Er það gott fyrir dúta alkoholist að hann geti notað sem afsökun að vera fullur, hann er með sjúkdóm og hann er genetískur í þokkabót og heila sjúkdómur? Ég er ekkert að gera lítið úr S.A.A. en mér finnst þeir þurfa aðeins að fara upp úr hjólförunum og þurfa svolítið að taka utan allt sem heiti fíkn. Sko, já. Sorry, þetta var langt intro. Nei, bara gott að tappa inn á þetta og ég einhvern veginn sko er að reyna að finna allavega mína svona millileið í þessu eins og aftur og fekk bara einhvern veginn algjörlega hina hliðina á þetta allt eftir að hafa verið að vinna hjá Reykjavíkurborg í þessum málaflokki, þar sem er náttúrulega unnið eftir skaðaminnkandi hugmyndafræði og brilliant. Já, sem er alveg brilliant og þar er svolítið verið að deviata frá þessari nálgun að tala um þetta sem sjúkdóm og deviata frá þessari nálgun að einmitt leibúla fíkill, þessi fíkill, ekki fíkill, það er einhver vandi, það er eitthvað sár og við þurfum bara að leysa það og vinna okkur út úr því. Þannig að en ég flakka svolítið með þetta, ég er alveg sammálaður að þetta getur bæði valdið skaða að vera leibúla hægri vinstri, þetta getur líka einmitt fríað ábyrgð, bara já, þetta er genatíðist, já, bara heila sjúkdómur og svona þessi skaðminnkandi nálgun vill svolítið færa sig frá þessu en ég samt næ ekki alveg að tengja við, sko, í grunninn er samt eitthvað líffræðilegt sem að fer af stað hjá mér þegar ég drekk aftur jesúlæði en það fer ekki af stað hjá þér. Nei. Þannig að eitthvað það triggerast, ég meina frumundar hafa minni, það virkar þannig. Já, en hvað hefur þá að kalla það annað en sjúkdóm? Ég sé kalla það veikindi, það meiri sjálfsvirðing í því. Já. Að vera veikur heldur en sjúkur. Já, það er það, en sko
Já, þá erum við kannski komin í alveg miklu Við stærri erum að tala umræðu. sama hluti Já. raunverulega, af því ég svo psykotherapíu megin í lífinu. Já. Ég eignaðist aldrei líf fyrir en ég fór í psykotherapíu. Ok. Ég var búin að lappa inn í 12 spora samtök út og suður, Já. fara í tugi meðferða út og suður. Það var ekki fyrir en að ég fór inn í psykotherapíuna, það sem ég þurfti raunverulega, einhver sem speklaði mig inn í brjóstið á mér, að ég vaknaði með sjálfum mér og sagði, já, mér vil líða betur. Já. Skilu, ég gera það ekki með hausnum, ég gera það í tilfinningalífinu. Já. Já, ég held nú að svona psykotherapía sé framtíðin og nútíðin kannski í En hver í einasti þessum- sálfræðingur sem útskrifast á Íslandi er hugrænna atferlisfræðingur. Ég veit, ég Það er ekki allir láta sé. mig byrja þar. Ef þú byrjuð það, ég er svo, veistu, ég ætla að taka yfir þáttinn, Já. ég mói það. það er hérna, mér finnst alveg skandall að hver einasti sálfræðingur sem kemur út úr sálfræðinámi er með hugrænna atferlismeðferð, kognitíva meðferð, ABC, rökhugsun. Og veistu það, þetta virkar ekki á fíkla. Ég fullir það Ég er sammála og því. ég bara hendi svo borðið. Já. Þetta er waste of time fyrir alla. Já. Ég er Ég sammála sagði því. þetta, Sindri, ég sagði þetta. Ég er sammála því, en ég er samt líka þar að við þurfum einhvern veginn að bera virðingu fyrir öllum nálgunum sem að eru í boði og hérna einhver óheilbrigð hegðun gagnvart einhvers konar efnum, sko, já, ég get alveg staðfest að það hefði aldrei virkað fyrir mig og ég veit að því ég reyndi það í mörg ár. En ég er alveg, ég er með þér en ég svona einhvern veginn vil líka stiga varlega til jarðar af því að ég held að við verðum að vera opin fyrir öllum meðferðarleiðum og öllum nálgunum af því að við erum líka öll bara á einhverju rófi þegar kemur að þessari. Og þá erum við komin að greiningunum, við erum öll með greiningar, það er bara hvað við fyrir með greiningar, við erum öll alls konar og það er bara beautiful. Já. En ég held að þeir sem vinna við þetta, því fleiri verkfæri sem þið hafa í töskunni, veist, Sammála því. ég er ekki að segja að hugræn atferlismeðferð sé ónýtt per se, en hún hjálpa mér kannski manni með heilt bakland, veist, að stilla mig við núið, en ef ég er veikur einstaklingur og jafnvel fárveikur einstaklingur, þá rökræðu við það ekki. Nei. Ég get ekki rökrætt við þig það að þú eigir að breyta mataræðinni. Nei, einmitt. En þér líður samt svöng. Já. Og hvernig ætlar að láta hausinn overræta það? Og þá spyr ég hvort kveiki tilfinningin hugsunina eða hugsunin tilfinninguna? Já, mér finnst það eiginlega irrelevant spurning af því þetta er einhvern veginn miklu starri en það, sko. En til að fara tilbaka og sko þessa umræðu með, af því að varst líka að spyrja með eigum við að vera að leybóla fólk sem fíkil og ekki fíkil. Sko, út frá matarfíkn, þá var ég svo lengi að reyna að fá að vera með sem fíkil, þú veist, mér langaði svo að þessari fíkn væri tekið alvarlega. Þannig ég einhvern veginn var alveg farin að rembast við að reyna að fá viðurkenningu á mér sem fíkli þegar ég fór svo átt að mig á, já ok, þurfum við mögulega öll að droppa þessu leybóli. Og ég tek þetta fyrir í bókinni, sko, þar sem að ég kýs að kalla mig matafíkil. Ég er alveg opin fyrir umræðu um eitthvað annað, en ég held við getum líka, sko, það er alltaf verið að gera það endalaust í dag að vera svona að reclaima orð sem að eru niðrandi eða særandi eða eitthvað svoleiðis og einhvern veginn að eigna sér þau sjálf. Þannig að mér finnst alveg fallegt að bara við sem að glímum við fíkniveikindi eða sjúkdóm eða hvað sem við viljum nota, það truflar mig ekki að kalla mig fíkil, en ég er samt ekki, ég er ekki þeim minnihlutahópi sem að glími við sko einhvern vímuefnavanda sem að svona samfélagið er svolítið að disregarda fyrir ekki á slettuna. Þannig að ég tengi ekki við skömmina við að vera kölluð fíkil, en ég get ímyndað mér að mörg geri það og þá náttúrulega þurfum við að mæta því þar. Það er ekkert auðvelt bara að það voru opna núna nýverið ný neyslurými. Já. Veist, og ég horfði á þessa frétt og hugsaði rosalega sérstakt að það sé ekki tjöld á milli. Að þetta, sko, ef ég var að sprauta mig, myndi ég ekki vilja gera þenni í opnu rými endilega, það sem væri 10 aðrir bara við hliðum. Blessaðu Dúddi, við erum að sprauta okkur, veist, að því skömmin er svo ofboðsleg. Þó við séum fíklar, erum við ekki kjánar.
við hugsum helling. Já, og við komum svolítið fram við þetta fólk svolítið svona, já, við setjum þau svolítið niður. Já, því miður fékk ég að kynnast í mínu starfi hjá Reykjavíkurborg, en ég ætla nú að treysta því að fólk sem er að sjá þessi rými séu með hagsmuni þeirra fyrir brjósti. Þetta vel hugsað, skilurðu. En ég bara spáði það, sko, bak við hvern fíkil, sama hvernig er alveg bullandi, sko, sjálfsfyrirlitning. Já. Það er þannig, og skömmin, sektarkenndin, veist, við erum hlaðina, ég get sagt við, að því við erum bæði búin að gangast við því að hafa verið fíklar, virkir fíklar. Svo verður maður edrú fíkil, skilur, vil ég endilega horfa í speil og segja, ég heiti Mummi og ég er fíkil eða alkohólist. Ég bara vil ekki leipila mig í þessa átt. Ég er bara manneskja, ég á fullt af vandamálum eins og flestir. Ég er misgóður í að tækla svona vandamál. Sumum dömpa ég á konuna mína og þau koma tilbaka einhvern veginn öðruvísi. Nei, skilur við, en ég er samt alltaf bara Mummi sem manneskja. Já. En þú er samt verið að nota orðið fíkil. Ertu samt að nota orðið fíkil? Nei. Ég er búin að vera í 30 eitthvað ár og í gamla dag var ég alltaf að Mummi er alkohólisti, ég veist, og rosa atrið að gangast í því að ég var alkohólisti, en ég var samt meiri amfetamínisti heldur en alkohólisti, sko. Og veist, eins og það var eitthvað issue, ég fattaði, veist, ég er bara manneskja. Ég er með fullt af kvillum og ég á fortíð. Hvernig ætla ég að samþykja mig og fortíðina mína öðruvísi en að vera umvefjandi við mig í sjálfsmildi? Nú erum við komin bara í þerapíu, sko. Nei, já. Sorry. Nei, það er ekki. Og mér finnst þetta svo mikið atriði að þessi þekking og hugsun sé í öllum þeim sem eru að taka utan með þennan hóp. Hvort það eru matafíklar eða dópfíklar. Já, ég er sammála því og ég get allan að þau sem ég starfaði með hjá Reykjavíkurborg og voru í þessum málaflokki voru mjög mikið með þetta á hreinu, þannig að mér finnst allan að, við höfum þroskast. Já, við höfum þroskast og mér finnst margt fólk mjög flott sem eru að vinna með fólki með vímuefnavanda. Ef þú fylgist með samfélagsumræðunni, hvað gerum við? Við friðum allas umræðu misnotkun á einn málaflokk og það var síðast í fréttum bara í gær. Við erum endalaust með fréttir af kókaíni á götunni, kannabissi og verðmæti kannabis, skilur við. Þegar raunveruleikinn í íslensku samfélagi er svo að alkóhól stútar flestum. Við tölum aldrei um alkóhól, af því við höfum dópið. Þá erum við allan ekki að fara að tala um matafíkn, við höfum dópið. Og allir segja Jesús með sérriglasið, þessi krakkar eru að dópa sig í tóma vitleysu, skál í boðinu. Sérðu hvað mikið paradox í samfélagsumræðinu þetta? Eitraðasta eiturefni í boði í dag er alkóhól. En við tölum ekkert um það. Það er ekki eins og mið á flöskunum sem er hættulega að drekka það. Já, einmitt. En þetta á sér nú líka mjög langa og pólitíska sögu, sko. Algjörlega. Mínu BS-námi þá skrifaði ég ritgerð sögu bannstefnunar við vímuefnum á Íslandi sem alltaf rætur sína að rekja til Bandaríkjanna og bara mjög ljótrar og rasískra sögu þar, sko. Þannig að þetta er einhvern veginn, það er hægt að fletta endalaust ofan af þessu bulli, sko. Og ég heyri nú að við séum alveg sammálað þarna þegar það kemur að þessum efnum sem að valda alltaf sama sásöka ef þau eru misnotuð. En af hverju viljum við ekki tala um áfengi? Við viljum ekki tala um matafíkn, við viljum ekki tala um áfengi, við viljum bara tala um ólögleg vímuefni. Þú bjóst í Hollandi, þar má reykja kannabis. Já, og sveppir og allt löglegt, sko. Það er allt löglegt, en við setjum fólkinn í fangilsi fyrir það hér. Og svo er það paradoxið, svo opnum við neyslurými. Í mínum huga, sorry, ég er að taka við þáttinn. Þetta er þátturinn um mig. Nei, sorry. Ég er svolítið brenn fyrir þessum málaflokki og ég bara skrifa á þig, þú kveiktir þetta og opnaði þessa gátt. Ég vil löglega þetta allt saman. Sammála? Nú? Já. Ég held ég fengi rosa debatt. Nei, ég vil löglega þetta allt saman. Hvort sem þetta er heroin, kannabis, bara lögleðum þetta. Hættum þessu stríðsbröldi og fangelsum og annað.
Já, ég veit ekki okkur ég eitthvað feimin við að opinbera þá skoðun mína en ég gæti ekki verið meira sammála og hún algjörlega byggð á sko, velferð samfélags og einstaklinga sem að nota þess efni. Þannig að, já, en það er svona, þetta er svo brothætt umræða, sko, þú lappar ekki inn í bara næsta partí og segir löglegum öll vímuefni, af því að það er einhvern veginn. Ég hveti til að gera það í næsta partí. Já, ég reyndar alveg tekið, já. En hérna erum við ekki með neitt sem að ritstýrir okkur, þannig við megum bara tala það hvernig sem við viljum. Varstu vörðið í Hollandi, þetta var eitthvað problem, eitthvað sérstakt? Ég var í bara minni fótboltabúblu þar, sko. Já, þannig varst ekkert að fylgjast með samfélaginu sérstaklega. Nei, ég væri til í að starfa einhvers staðar erlendis í þessum málaflokki, sko. Og vona að ég geri það einhvern tímann, en ég var bara í minni fótboltabúblu þar, sko, en ég get ekki komið einhverja dæmisögur þaðan. En ég veit að þeir voru með því fyrstu að lögleiða kannabisefnin, sko. Já, reyndar, þetta var víst eitthvað mjög grátt svæði, sko. Þau lögleiddu ekki beint, en þetta einhvern veginn var svona... Nei, en svona settu þetta inn í einhver box, þannig að... Já, ég held að það sé samfélaginu algjörlega til heilla. Ég held að... Já, við getum tekið alveg 5 eða fleiri, eða við getum rætt það í allan dag, einhvern veginn út frá, sko, velferðarmálum út frá, já, það er þetta... Ég bara spyrja þig, ef heróin verður löglegt, þú getur bara fengið það heimilislækninum, myndirðu fara að nota heróin? Nei, ég held ég myndi ekki gera það. Og ég held að 99% af öllum sem myndi spyrja það sem myndi segja nei. En svo eru einhverjir sem eru fastir í þessu. Og við eigum ógrynna peningum í dómskerfinu, lögreglu og spítulum og... Það er nú búið að taka það saman í ritgerð þegar ég var að skrifa mína. Nú það? Segja? Já, ég man nú ekki hvað hún heitir, ég get fundið hana fyrir þig. En hún tók þess að þetta var kona sem ég man ekki hvað heitir og var hluti af hópi sem kallaði Snarrótin sem var að berjast fyrir lögleiðingu. Já, ég þekki það. Hún tók það saman sérst hvað kostaði Ísland á einu ári að fylgja eftir þessari bannstefnu sem er einhvern veginn, já, kom til Íslands 1970 og eitthvað og já. Veltum að Ameríku þegar 1970 eitthvað þegar fór í stríð við vímuefnin, sko, hvort það var Johnson forsetið einhver, sko, á þessum tíma. Var það ekki Reagan var semst ekki upphafsmaður af því. Nei, Nixon var held ég. Nixon, það var Nixon. Já, ekki Johnson, nei, já. War on drugs, skilur. Og Ameríka á flest fangelsi í heiminum og flestir þegnar í fangelsum í Bandaríkjunum. Já. Svo galið. Já. Það er meira heldur en í Kína eða einhverjum einræðisríki. Það eru fleiri fangar í Bandaríkjunum af völdum vímuefna. Já. Það er alltaf líka, eins og ég sagði, það er mjög svona rasísk tenging þarinn líka, sko. Þannig að, já, þetta er bara mjög sorglegt. En við tölum almennt um það og ég heyri þetta ennþá í orðræðinu, sko. Dúddi er bara aumingi, hann er bara fyllibita. Veist, hann er búinn að vera marga meðferðir, sko. En auðvitað líður Dúdda einhvern veginn. Og Dúdda jafnvel börn, skilur við. Veist, og foreldra. Já. Þannig við erum sammála það að löglega þetta. Við erum sammála það. En að því gefnu að við notum alltaf þessa peninga sem fara í málaflokkinn til að þétta öryggisnetið. Mér er skandall ef að vinur minn ætlar að fara í meðferð, hann þarf að bíða 6 mánuði eftir að komast í meðferð og hann er að drepa sig. Þetta er náttúrulega að tala um portugalsku leiðina. Þau er náttúrulega svona stigu svolítið skref inn í þessa nálgun. Með því að við taka peningin sem fór í það að reyna að eldast eftir einhverju smá grassi í vasa og nýta það í velferðarkerfið, sko. En af hverju gerum við þetta ekki? Já, segðu mér. Af hverju tökum við ekki þetta skref? Erum við svona íhaldssöm, sko? Já, ég held að sé ótti við það óþekkta og einhvern veginn vímuefni hafa svo lengi verið bara einhver Voldemort sem maður má ekki nafna og má ekki tala um og má ekki einhvern veginn mæta. Þannig að ég held að sé það, sko, en ég er ekki með. Og svo er áfengi upp í öllum hillum alls staðar. Já. En aftur að bókinni þinni. Já. Þessari bók. Ég er ekki með glerun. Verum í moldinni. Veran í moldinni. Já. Verum í moldinni. Flott myndaðir. Hvar fær fólk bókina? Hún fæst nú bara í öllum helstu bókabúðum, skils mér.
og Hún er á Storytel. Hún er á Storytel. Og svo nú bara þetta, já, svo ég líka með heimasíðu, veranimoldinni.is. Það er þetta nálgast hana þar. Já, og svona því við erum að renna út á tíma. Já. Önnur bók í spilinu? Já, mér langar að skrifa meira. Já, segja það. Já, mér langar að tækla eitthvað af þeim málum sem við höfum verið að ræða núna. Hvort sem það kemur að lögleiðingu vímuefna eða nálgun okkar á vímuefni. Við höfum líka að tala já, mér langar líka að koma inn á svona nálgun okkar á íþróttir og hvaðan okkar svona drive kemur í íþróttum. Er ég að gera þetta fyrir þig, er ég að gera þetta fyrir mig, er ég að gera þetta fyrir heildina, er ég að gera þetta fyrir viðurkenningu. Og já, ég veit ekki hvað að segja, hvort ég á að segja mikið sko. En já, bara... En þú ert að vinna að henni? Já, það kveiknaði eitthvað. Það kveiknaði eitthvað innra með mér við að skrifa þessa bók. Og fann bara einhverja algjöra tengingu við það að skrifa. En þetta er ekki mjög arðbært, þannig að þetta er svona hliðar áhugamál í dag. Sjáum hvernig... En það er rosa gott líf að vera blankur listamaður, ég þekki það alveg ágætlega. Já, ég myndi frekar að kjósa það heldur en að... Hvað þarf maður mikið raunverulega? Einmitt. En bara go for it, láttu vaða. En við erum sammála manns í margt, ég held að það myndi rekast meira saman, en þú ert miklu meira líbóinn í held. Það er svoleiðis? Já. Bara ég það með mér að vera ekki líbó. Nei, ég er svo vanur hinni orðræðinni. Já, ég skil. Ég reikna bara með því, sko, að því ég er svo mikið jaðabarn, ég reikna alltaf með því að einn með skoðanir, sko, í partíinu. Já. En svo með lögleiðingar og alls konar. Já, ég hef svona aldrei opinberað þessa skoðun, svona nema bara í góðra vinahópi, sko. Okay. En það er bara flott að ræða þetta, því að mér finnst það mjög mikilvægt málefni og bara... Mér finnst það við að vera hávær þetta. Já. Þetta snýst mannslíf. Já. Og þá eigum við ekkert að vera meðvirk og tipla á tánum, hvort sem það er matur, kynlíf eða spilakassar, við erum bara að tala þetta, láta þetta vaða. Erum við sammála um það? Já, við getum verið sammála um það. Er þetta ekki bara liðið byltingin? Lífið rockið. Já, rockið. Já. Lára, takk fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Og það er tradition. Já. Þú þarf ekki eftir eitthvað. Nei. Varstu óbrutandi glasið? Heyrðu. Takk fyrir að vera með okkur og takk Lára enn og aftur fyrir að koma og gaman að sitja hérna með þér. Ég hveti ykkur til að framvegis að fara inn á týr.is. Þar eru sem sagt allir þættirnir, ég held svona 43 með þessum, eða ég man þetta ekki. En þetta er allt inn á týr.is. Takk Bankinn Vinnustofur og takk fyrir að horfa eða hlusta og bara lifi byltingin, Lára. Takk fyrir mig. Já.